Sæl og ég vil byrja því að þakka fyrir þetta tækifæri til þess að fá að ræða réttlæti og fátækt og sérstaklega vil ég þakka fyrir tækifærið að það skuli vera efnt til svona málþings eða málþinga í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga vegna þess að það var eitt af þeim stóru viðfangsefnum sem við, þegar ég segi við sem að tókum þátt í því að vinna skýrslu stöðu fátæktar og baráttuaðferðir. Þegar við vorum að vinna þessa skýrslu þá lögðum við talsvert mikla áherslu á það að reyna að koma henni út fyrir alþingiskosningarnar í fyrra og hafðum auðvitað í huga að þannig gæti náð landi líka í sveitarstjórnarkosningu sem þá færi fram núna. Þannig að ég fagna þessu tækifæri og ég vil þakka Glerárkirkju og starfsfólki hennar sérstaklega fyrir að gefa mér tækifæri til að kynna þessa skýrslu. Það sem ég ætla að gera að kynna fyrir ykkur nokkrar af helstu niðurstöðunum í þessari skýrslu sem að fékk nafnið Farsæld, barátta gegn fátækt á Íslandi. Skýrslan afrakstur af samtali og samvinnu hjá breiðum hópi fólks sem deilir áhyggjum af málefnum einstaklinga og hópa í íslensku samfélagi. Þátttakendur í verkefninu voru fulltrúar ýmissa stofnana, félags- og mannúðarsamtaka ásamt notendum velferðarþjónustunnar. Markmiðið með verkefninu var að varpa ljósi á sameiginleg áhyggjuefni úr reynslu og þekkingabrunni þáttakenda. Í annan stað var markmiðið að setja fram ábendingar og tillögur og leið að veitt innsýn í samtal og það verklag sem hópurinn viðhafði þegar hann var að leita fram sameiginlegar áherslur og miðla þeim áfram. Þessi mynd sem við sjáum hér gefur tóninn fyrir það göngulag sem hópurinn notaðist við þegar við nálguðumst viðfangsefni fátæktarinnar. Samstarfshópur enn betra samfélag leggur til að við horfum björtum augum á lífið. Við segjum það í skýrslunni á einum stað að það sé haft eftir góðum karli í Skagafirði að menn eigi að hafa vit á því að vera glaðir og það orð að sönnu svo lengi sem menn ekki bláeygir í gleði sinni. Hér í þessari mynd horft til gæða lífsins og fjölbreytileika og gengið út frá þeirri afstöðu að það sé eftirsóknarvert að tilheyra litskrúðugu, fjölmenningarlegu samfélagi eins og því sem nú að þróast í landi okkar. Við viljum vera hér og taka ábyrgð með samferðamönnum okkar í mótun samfélagsins. Eitt af því sem við þurfum að læra að takla betur veruleiki fátæktar og skorts í landinu. Sannleikurinn sá að fátækt fyrir hendi og hefur verið lengi. En aðferðirnar sem við hingað til höfum notað eru ekki að duga til að útrýma langvarandi og eyðileggjandi fátækt. Endurteknar mælingar hér á landi síðustu 8 ár sýna að 8–12% landsmanna hafa tekjur sem eru undir skilgreindum lágtekjumörkum og teljast því eiga í hættu að búa við fátækt. Fátækt því raunveruleg í íslensku samfélagi, þótt mismunandi sé hvernig hún birtist á hverjum tíma. Þekkt eins og var kynnt hér áðan, að einstakir hópar samfélagsþegna búa að jafnaði við erfiðari stöðu en aðrir. Dæmi slíka hópa eru þeir sem misst hafa atvinnu eða af öðrum ástæðum eru utan vinnumarkaðar. Umræðan fátækt hér á landi hefur helst átt sér stað í formi fjölmiðla umfjöllunar málefni einstaklinga og hópa. Það fer minna fyrir málefnalegri rökræðu fátækt sem samfélagslegs meins sem þurfa að fylgjast með og stöðugt að vinna bug á. Ég hef stundum, og það kom nokkru sem upp í vinnu þessa hóps, þar sem við vorum að ræða það að þið hugleiði bara hvernig kastljósið hvernig mataruppskriftin að kastljósi Það 1 stykki rifrildi, 1 stykki
hver mestu auminginn á Íslandi og svo skemmtiatriði á eftir. Þetta hefur verið uppskrift sem hefur gengið í gegnum Kastljósið núna á undanförnum árum. Hins vegar, á síðustu 3–4 árum hefur umræðan fjárhagslega erfiðleika aukist verulega í kjölfar banka- og efnahagshrunsins og skuldavanda heimila. Fyrir efnahagshrun var eðli umræðu og rannsókna í tengslum við fátækt að verulegu leyti bundin við velferðarkerfið og virknina hjá kerfinu, hvort fátækt væri raunverulega til og þá hvaða hópar væri mögulega verst staddir. Eftir hrunið áherslan áfram á hópa sem standa höllum fæti en beinist nú meira að almennum áhrifum á fjármál heimilanna. Að þessu leyti má segja umfjöllun fjárhagslega erfiðleika í kjölfar hrunsins hafi að nokkru leyti yfirtekið umræðu fátækt sem samfélagsmeins. Kosturinn við þessa áherslubreytingu að nú í gangi opnari og almennari tilvísun til fjárhagslegra erfiðleika og svo umræða í minna mæli bundin við þá sem minna mega sín og búa við fátækt á fleiri sviðum en í fjárhagslegu tilliti. Þessar breytingar og opnun umræðunar kann að vera þróun eða að minnsta kosti tækifæri til að hvetja til enn frekari umræðu fátækt og viðbrögð samfélagsins við þeim vanda sem fátækt getur skapað. Í umræðu hópsins unnum við með, í skýrslunni og í umræðu hópsins unnum við með hugtakið fátækt út frá fleiri víddum, ef svo má segja, og þessi mynd gefur okkur einhverja hugmynd það. Fátækt kannski í hinum gamla eða hefðbundna skilningi fátækt á fjármunum, það að segja peningum. Við viljum meina það að heilsa, félagsauður, atvinnustaða, húsnæði, menntun, allt þetta þættir sem skipta máli í því þegar við erum að leggja heildarstöðu á stöðu einstaklinga sem búa við fátækt. Og því fleiri þættir af þessari mynd sem eru til staðar, þeim erfiðari og jafnvel langvarandi getur staðan verið. Í fyrri hlutanum á skýrslunni sem við unnum stutt lýsing á aðdraganda og vinnulagi hópsins sem verkefninu stendur og það var lögð áhersla á að ná saman fulltrúum ólíkra samtaka og stofnana og efna til samræðu til að ná fram helstu áhyggjuefnum og ábendingum sem varða velferð í samfélaginu. Því næst var ætlunin að skýra nánar þau áhersluatriði sem eru sameiginleg og setja þau fram á skýran og aðgengilegan hátt. Eitt erfiðasta verkefni við gerð þessa eða vinnuna í heild sinni var í sjálfu sér ekki það að setjast niður með mjög stórum hópi fólks og velta upp í sjónarhornum og fá fram ábendingar hvað mætti betur fara. Heldur það koma þessu saman í svona hitna mál að það væri líklegt að einhver myndi lesa það. Það hefur held ég tekist vegna þess að það leið ekki mjög langur tími þangað til talsvert mikil umræða varði í fjölmiðlum þessa skýrslu og séra Bjarni Karlsson sem leiddi þessa vinnu fyrir hönd hjálparstarfskirkjunnar. Hann var mjög ötull talsmaður í fjölmiðlum og greinaskrifum og upp úr þessu fengum við fund með velferðarráðuneytinu þar sem að skýrslan var líka þýdd á ensku og það hefur verið gerð aðgerðaráætlun upp úr henni. En hins vegar hefur lítið verið unnið eftir þeim punktum sem aðgerðaráætlunin fjallar enn sem komið Meginlínurnar í ábendingum úr starfi hópsins eru nokkrar. Í fyrsta lagi þá leggjum við áherslu á að nálgast umræðu velferð og fátækt með svokallaðan samfélagssáttmála þjóðfélagsins í huga og við höldum því fram að hinn óskráði samfélagssáttmáli feli í sér tvær meginforsendur sem hvorug megi án hinnar vera. Annars vegar viðtekinn skilningur á mannréttindum, það er að segja réttindum, og hins vegar almennar hugmyndir valdeflingu og félagsauð, það er að segja bjargir og getu einstaklinga. Þar takast á og leita jafnvægis hugtökin, réttindi og skyldur. Krafan framfærslu allra, samhliða virkri þátttöku eru forsendur sem við leggjum upp með. Í öðru lagi bendir hópurinn á fátæktargildrur
sem erfiðlega hefur gengið að aftengja þrátt fyrir ásetningum úrbætur og þótt komið sér að þolmörkum í málefnum einstakra hópa. Í þriðja lagi telur hópurinn mikilvægt að umræða úrræði velferðarþjónustunnar byggi á viðhorfum þar sem horft til styrkleika, gæða og rétta í stað vanmáttar, skorts og ölmusu. Íslenskt samfélag hefur sett sér skráðar og óskráðar reglur virðingu fyrir mannréttindum sem endurspeglast í því að þorri landsmanna býr við góðar aðstæður, lífskjör og hagsæld. Á hverjum tíma virðist þó hluti landsmanna finna sig í erfiðri stöðu og nýtur ekki ásættanlegra lífsgæða. Hinn óskráði samfélagssáttmáli í sífelldri mótun. Hér í skýrslunni eru kynnt þau sjónarmið að hann skuli fela í sér mannréttindi samhliða kröfunum ábyrgð einstaklingsins leið og samfélagið tryggir tækifæri til þátttöku. Stuðningur samfélagsins verði ekki í formi ölmusu, heldur stuðli að mannlegri reisn. Ábendingar og tillögur í þessari samantekt fjalla nokkrar tilgreindar átakstar gildrur sem eru í samfélaginu. Til að bæta þar úr þarf samhæfingu og lagfæringar eða breyttar áherslur hvað varðar einstaka þætti velferðarkerfisins, atvinnulífsins og félagasamtaka. Nokkrar af þessum tillögum og ábendingum eru þessar. Í fyrsta lagi, gert verði fræðsluátak hugtakið velferð með áherslu á samfélagssáttmálann sem felur í sér mannréttindi, félagsauð, valdeflingu og þátttöku allra. Í öðru lagi að unnið verði með átak á grundvelli gæða fremur en skorts og því komið mat á virkni í staðinn fyrir mat á skerðingu. Sett verði á fót sjálfboðamiðlun þar sem félög og stofnanir geta náð til fólks sem vill nýta krafta sína og hæfni í sjálfboðavinnu í því skyni að auka þátttöku og tækifæri til samhjálpar. Skilgreindar verði leiðir af hálfu sveitarfélaga til að ívilna frjálsum félagasamtökum sem vilja koma til samstarfs tækifæri fyrir sjálfboðaliða. Hið opinbera þarf að koma með enn fjölbreyttari hætti en gert til móts við atvinnufyrirtæki og gefa fólki ný tækifæri á vinnumarkaði. Mjög margt af þessu hefur gerst núna í kjölfar hrunsins vegna þess að það varð almennt samþykkt að kerfið hefði hrunið en ekki að einstaklingarnir sem væru atvinnulausir væru allir aumingjar. Þess vegna átti sér stað mikil kerfisbreyting hjá Vinnumálastofnun sem gekk út á það að alls konar úrræði og stuðningur var leyfilegur með þátttöku einstaklinga. Þetta eitt af því sem var fyrir hrun ekki komið. Það var töluvert erfitt og sjálfsagt erfitt í dag að vera atvinnulaus og það skánaði örlítið á hruntímanum ef hægt að segja það þannig. Í 4. og 5. lagi þá þarf að gera samkomulag skilgreint grunnframfærsluviðmið sem tryggja að engin einstaklingur eða fjölskylda búi við slíkan skort að varanlegur skaði hljótist af. Ég nefndi hér áðan tölur 8–12% Íslendinga byggju við áhættu á því að búa í fátækt eða félagslegri einangrun. Þetta þýðir hér á Akureyri að ef við tökum bara sérstaklega þau 2% sem búa við skort á efnalegum gæðum, ekki þessi 8–12%, þetta bara þau 2% sem mögulega búa við skort á efnalegum gæðum, þá erum við að tala 360 einstaklinga og þá erum við að tala ca. 110–140 börn. Og þetta eru bara tölur frá Hagstofunni sem að gefa þessi viðmið og þá yfirfærir maður það á íbúafjölda hér á svæðinu. Einn af okkar punktum að gert verði samkomulag skilgreind þátttökuviðmið sem tryggja að samfélagi gefi skýr skilaboð að öllu fólki sé tryggt tækifæri til þátttöku og búist sé við þátttöku allra. Önnur tillaga markvisst verði notað við þjónustu samhæfingar eða svokallað málstjóra þegar einstaklingar eða fjölskyldur þurfa margháttaða aðstoð. Það eru þekktar sögur
úr umræðinu, blaðaumfjöllunum og kastljósumræðum, þar sem verið að segja hreyfðar sögur af ferli einstaklinga eða fjölskyldna hinnar ótal mörgu dyr sem leita þarf í gegnum í velferðarþjónustunni. Kannski vegna þess að velferðarþjónustan eins og sumir segja, eins og bútasaumsteppi sem ekki alveg búið að sauma saman. Það ekki komið alveg munstur í það. Við gerum tillögu það að velferðarreiknir líti dagsins ljós og velferðarreiknir ekkert ný hugmynd. Velferðarreiknir í raun og veru bara svona netgátt þar sem að hugsað að fólk geti farið inn, skráð stöðu sína, aðild á vinnumarkaði, fjölskyldustærð og eitthvað slíkt og fengið upplýsingar þar með, ábendingar, jafnvel einhvers konar netráðgjöf, þú átt mögulega rétt á eftirfarandi og svo framvegis. Þetta var reynt að gera þegar árið 1999 held ég, þegar að tala var tölvuvætt eða Digital Ísland árið 2020 eða eitthvað slíkt og sú nefnd sem fór í málið og hún settist inn í forsætisráðuneytið og þar ennþá og hefur ekki klárað. En ég þekki 2 eða 3 einstaklingar sem sátu í þessari nefnd og voru búin að móta tillögurnar um hvernig þetta byggja þetta upp. Núna get ég farið inn á heimasíðu Sjúkratrygginga, Tryggingastofnunar, Akureyrarbæjar, ég get farið inn á Stéttarfélagið og ég get farið inn á hinar og þessar gáttir og skoðað upplýsingar en þær tala ekki saman. Og það sem við vitum svo til viðbótar að síðan koma skerðingar. Og meðal annars út frá því að við vitum svo lítið og höfum svo lítið rætt eða rannsakað fátækt, þá leggjum við til í þessum hópi að það verði stofnað til embættis sérfræðings málefni fátækra hjá forsætisráðuneytinu sem hafi þær hlutverk að safna vitneskju og miðla upplýsingum milli stofnana og kerfa. Við gerum líka aðgerðatillögur eins og það að samræma tryggingakerfi, félagskerfi og skattakerfi á þann veg að heimildagreiðslur hjá einu kerfi skerði ekki grunnframfærslur né hver aðra eins og algengt er. Það þarf að tryggja fjölskyldum sem eru undir grunnframfærslu viðmiði og með ungmenni í skóla innan við tvítugt áframhaldandi barnabætur ásamt húsaleigubótum gegn því að það sé framvísað ástundunar eða skólavottorði fyrir viðkomandi ungmenni. Eitt af hættulegasta sem við lendum í og við vitum það núna á umræðinni í sambandi við mögulegt verkfall framhaldsskólakennara, það hættulegasta sem við lendum í það þegar ungmenni fara og vestast upp frá skóla og klára ekki það sem þeir eru að gera og það þar með bara einn af þáttunum til þess að skapa langtíma stöðu sem getur leitt af sér fátækt. Við lögðum líka til að heilbrigðisþjónusta við börn verði endurgjaldslaus og reglubundnar skylduskoðanir tryggja að börn líði ekki fyrir heilsuleysi í uppvexti sínum vegna fátæktar. Fyrir bara 1,5 ári var þessu kippt í liðina hluta til með ákvörðun ráðherra eins og í sambandi við tannlækningar fyrir börn sem að flestir eru sammála að sé mjög mikið heilsufarsleg atriði og heilsa hluti af hugtakinu fátækt. Það þarf að efla upplýsingagjöf íslenska velferðarkerfið sérstaklega til fólks af erlendum uppruna. 8% íslensku þjóðarinnar eru af erlendum uppruna og við þurfum virkilega að sinna því að upplýsingagjöf til þessara hópa verði markvissari en hún hefur verið. Og það athyglisvert að skoða tölur eins og bara hægt að finna hjá Hagstofunni og þess vegna ég hérna hjá Akureyrarbæ líka, hver stórt hlutfall móttakanda aðstoðar eða sérþjónustu í einhverju formi eru af erlendum uppruna. Barnaverndarstofa gefur einu sinni á ári út skýrslu þar sem að vísað í bakgrunn einstaklingar sem fá úrræði stofnunarinnar og það einstaklingar sem eru búnir að vera í barnaverndarkerfinu hjá sveitarfélögunum og eru þá komnir á næsta stig að þar snarhækkar núna þessar bara síðustu 2 ár við snarhækkar fjöldi barna af erlendum uppruna. Farið voru einhverjum 100 í að með minni 300 bara á 2-3 árum. Og þetta er verulegt áhyggjuefni. Það þarf þess vegna, og það er ein af tillögum hópsins, að gera sérstaka athugun á stöðu barna af erlendum uppruna sem njóta aðstoðar velferðarþjónustunnar og það þarf að leita nýrra leiða til að bregðast við á fyrirbyggjandi hátt.
Eins og kynnt var hérna áðan, samtökin EAPN, samtökin baráttusamtök gegn fátækt, þau voru aðili að vinnunni við þessa skýrslu og við gerum tillögu það í skýrslunni og ég held að það sé tiltölulega vel rökstutt bara með vísan í það sem er að gerast í Evrópu, að þessi samtök þurfa að fá sterkari rödd og sterkari grunn til að lifa og starfa og eitt af þeim hlutverkum sem að samtökin gætu haft er að vera talsmaður fátækra á Íslandi vegna þess að við getum og eigum að leysa þessi mál með þátttöku þeirra sem hafa reynslu. Það þarf að vera alveg skýrt fyrir ykkur að við erum ekki í þessari skýrslu að tala almenn blankheit sem við vonandi öll höfum einhvern tíma ratað í, mögulega lært af. Við erum að tala langvarandi og eyðileggjandi fátækt sem er allt annað fyrirbæri. Það eru það bil 2 ár síðan að þessi samvinna hófst sem byrjaði í janúar 2012 og þá kom saman hópur reynslubolta hver af sínum vettvangi og með þekkingu á aðstæðum í íslensku samfélagi. Það má vel vera og ég er nokkuð sannfærður það að í hópnum voru nokkrir aðilar sem sjálfir búa eða bjuggu við fátækt. Í þessum hópi voru hjálpræðishermenn, háskólakennarar, embættismenn hins opinbera og félagsráðgjafar, fulltrúar Öryrkjabandalags, félags eldri borgara og samhjálpar, Rauðakrossfólk og hjálparstarfsfólk, Vestfirðingar, Eyfirðingar, Suðurnesjamenn og Reykvíkingar. Og það sem við áttum öll sameiginlegt var bara eitt, og það var óþol. Óþol vegna þess að þegar við komum saman og fórum að tala saman, þá skynjuðum við sterkt þetta undirliggjandi óþol fyrir því að lifa það ár eftir ár, áratug eftir áratug. Hvort sem er á veltiárum eða hrunárum, að það er alltaf sama fólki sem er fátækt. Og við fundum að við erum hætt að trúa því að fátæktarvandinn verður leystur með þeim meðulum sem að við höfum reynt hingað til. En spurningin er, hvað er nóg? Í þessu efni þá gengum við út frá þeirri afstöðu að velferð sé einhvað sem öllum beri og hún þurfi einmitt að vera viðunandi fyrir alla. Og þá notuðum við þekkta og notadrjúga skilgreiningu hagfræðings og Nóbelsverðlaunahafans Amartya Sen á velferð og fullyrðum með honum að viðunandi velferð sé að eiga líf sem að sjái ástæðu til að meta gott. Það sé einstaklingur sem metur það. Amartya Sen hefur vakið heimsathygli síðustu áratugi með hagfræðikenningum sínum sem ganga út á raunmöguleika fólks í stað þess að horfa einungis á innkomu og kaupmátt. Með raunmöguleikum en raunverulegir möguleikar, þeir ráðast vissulega af kaupmætti og þegar tekjur fara niður fyrir fátæktarmörk, rýrast þeir snarlega. Raunverulegir möguleikar fólks til þess að skapa sér líf sem það metur sjálft gott byggja á fleiri þáttum. Félagslegar tækifæri, svo sem menntun, félagsstaða, atvinnuþátttaka, auk aðgengis skipta verulegu máli. Almenn heilsa, félagshöður, allt þetta stóru þættir í almennu velferð. Og þá koma líka til fleiri gæði, eins og aðstæður í umhverfi og náttúru og ekki síður þau gæði sem eru fólgin í myndugleika og þátttöku sem hluta af samfélagi og sem virkum aðila efnahagslega og félagslega og pólitísku umhverfi. Í því samhengi er gjarnan talað umboð einstaklingsins fyrir sjálfum sér. Þetta atriði, umboð einstaklingsins fyrir sjálfum sér, er lykilatriði í skrifum Amartya Sen, en hann teflir fram þeirri hugmynd að velferð snúist ekki það eitt sem unnt sé að telja, safna upp og deila milli fólks. Umboð mitt fyrir sjálfum mér varðar þær forsendur sem ég hef sem sjálfstæður gerandi í eigin lífi í samskiptum við umhverfið mitt.
Án þessa umboðs verður eiginlega allt annað merkingarlaust. Hversu mikið sem til í ísskápnum og hversu margar sjónvarpsrásir ráð koma á skjáinn, þá skiptir það ekki máli ef ég ekki umboð fyrir sjálfum mér. Raunmöguleikar og umboð fyrir sjálfum mér eru þær vogarskálar sem Amartya Sen horfir á og mælir þegar við reynum að leggja velferð í samfélagi manna og vinna gegn fátækt. Og okkur leist það býsna vel á þessar tillögur og hann hefur mjög að gefa út bók það sem heitir The Idea of Justice sem hann gaf út 2009. Tré hafa máttugt eðli og það stærsta, flóknasta og mikilvægasta við tré það sem ekki sést. Ræturnar og vatnasviðið, þaðan sem tréð fær festu sína og drekkur alla sína næringu, stærra en sá hluti sem við okkur blasir. Því höldum við fram að veruleiki fátæktar á Íslandi standi svo djúpum rótum í samfélagi okkar að hann verði ekki leystur nema með því að breyta samfélagi. Rætur og vatnasvið íslensks samfélags liggja í hinum óskráða og undirliggjandi samfélagssáttmála sem gerir okkur að því sem við erum. Farsældin býr í jarðveginn. Velferðin á rætur í moldinni. Það vatnasviðið, samfélagssáttmálinn, sem ræður úrslitum gæði mannlífsins. Afstaða okkar til fátækra hluti af þessu vatnasviði. Teljum við að fátækt sé náttúrulögmál og lítum við á aumingjagæsku sem okkar helsta bandamann í að bæta úr vandanum. Eða erum við reiðubúin að hafa fyrir því að móta samfélagssáttmála með nýjum áherslum? Skilaboðin úr skýrslunni eru skýr. Við þurfum að breyta menningu okkar og viðhorf. Tré táknar samfélag og þetta tré táknar fjölbreytt og litskrúðugt samfélag og mig langar til að tilheyra slíku samfélagi. Afstaða okkar til fátækra hluti af vatnasviði og hún hluti af þessum undirliggjandi samfélagssáttmála sem verður ekki skráður, heldur þróast og vex af samtali og reynslu þjóðar. Spurningshópsins sem samdi þessa skýrslu trúum við því að fátækt sé annaðhvort náttúrulögmál eða tilefni til ásökunar og skamma, nema hvort ekki sé. Eða erum við reiðubúin að hafa fyrir því að móta samfélagssáttmála og ganga til verka á grundvelli mannréttinda með valdeflingu og félagsauð að leiðarljósi í því augnamiði að útrýma langvarandi og eyðileggjandi fátækt í okkar litla landi. Hópurinn telur mikilvægt að umræða úrræði velferðarþjónustunnar byggi á því viðhorfi þar sem horft sé til styrkleika, gæða og réttar í stað vanmáttar, skorts og ölmusu. Og það þess vegna sem að við lýsum því yfir að langvarandi fátækt sé óþolandi. Við skorum á þjóðina að skipta viðhorf gagnvart fátækt og við höfum bent á 4 þætti. Við viljum sjá deilda ábyrgð í stað ásökunar á þolendur og stofnanir. Þetta rifrildi skilar engu. Við viljum sjá fókus á mannréttindi í stað nauðhyggju að fátækt sé náttúrulögmál. Við viljum efla fólk en ekki umhverfa. Og við viljum veðja á félagsauð og þátttöku umfram ölmusugjafir. Og í lokin þá bendum við á 3 aðgerðaþætti og þau atriði sem ég taldi upp áðan flokkast undir þessa aðgerðaþætti sem að skipta mestu í því að útrýma langvarandi fátækt í landinu. Í fyrsta lagi þurfum við að þróa þátttökumenningu og með þátttökumenningu þátttöku viðmið og þátttaka félaga, atvinnulífs og hins opinbera nauðsynlegur þáttur í því, sjálfboðamiðstöðvar og slíkt. Við þurfum að lækka flækjustigið á velferðarkerfinu. Það eru allt of margar hurðir, allt of margar
leitarvélar sem þarf að fara í gegnum til þess að finna réttindi sín, vegna þess að hver einasti maður sem að lendir í erfiðri stöðu, hann gerir það yfirleitt einu sinni, kannski tvisvar á ævinni. Og hann hefur ekki þjálfun til þessara leitarstarfa og flækjustiga sem í gangi í dag. Og í þriðja lagi, við þurfum að aftengja fátæktargildrur. Núverandi bótakerfi spilar illa saman og það hægt að bæta það með meira samstarfi og samtali og samþættingu. Þetta í raun og veru niðurstaðan hjá okkur í þessari skýrslu sem ég hvet ykkur til þessa kynningur ef þið hefði áhuga á. Aftast í henni ítarleg listi yfir allar þeirra ábendingar sem sett voru fram í vinnu hópsins. Upphaflega komið saman með 30-40 manns sem skiptu sér í hópa og þessi hópavinna var síðan dregin saman og flokkuð og niðurstaðan birtist ykkur síðan í þessu tali sem ég búinn að fara með hér. Ég ætla að stoppa hér í stað þess að fara að halda fram að upplestri á skýrslunni. Ég vil bæta því við að núna í nóvembermánuði síðastliðnum þá átti ég tækifæri til þess að fara til Brussel til þess að fylgja eftir þessari vinnu og þar var ég náttúrulega þess áskynja að umræðan í fyrsta lagi, það stakk mig sérstaklega hvað umræðan málefni fátækra var ofarlega á forgangslista og hvað þeir stjórnmálamenn og forystumenn Evrópusambandsins sem komu þar inn á fund treystu sér til þess að tala blaðalaust og mjög fast og stefnumiðað málefni sem var til umræðu. Það það fyrsta. Það var einhvern veginn að þekkingarstigið og umræðan var á öðru plani. Hitt sem var ennþá stakk mig líka, það var svo niðurstaða þrátt fyrir að Evrópusambandið hafi núna á síðustu árum verið að leggja mikla fjármuni og starfskrafta í að reyna að fyrirbyggja fátækt eða draga úr henni. Þá hefur þeim ekki tekist það í kjölfar hrunsins, heldur hefur fátækum einstaklingum innan Evrópusambandsins fjölgað um 7 milljónir á síðustu 3 árum. Við erum mjög vel stödd, Íslendingar, miðað við aðrar þjóðir og það er mjög einfalt að fletta upp á því hjá Hagstofu Íslands hvar við erum stödd og hvernig við erum röðuð, hvar þessi tekjuviðmið eru og þar fram eftir göttunum. Við röðumst yfirleitt í fyrsta og annað sætið út frá hugmyndunum jöfnuð, mælt eftir Gini-stuðli og fjórðungaskiptingu og meðaltekjum og þar fram eftir göttunum. En það breytir ekki því að þegar við skoðum tölur barnaverndarstarf, fjárhagsaðstoð og sveitarfélaga, hjálparúthlutanir kirkjunnar, þá erum við aftur og aftur að stauta á sömu einstaklinga. Og maður spyr sig, sérstaklega þegar maður hefur unnið í þessum bransa í allnokkur ár, og fer að fást við afkomendur af annarri og jafnvel þriðju kynslóð. Hvað er það í kerfinu okkar sem ekki er að virka? Og þarna held ég að allur þorri félagasamtaka og atvinnufyrirtækja og opinberra aðila þurfi að taka sér tak og horfa til þess hvað getum við gert. Ég átti tækifæri fyrir nokkuð síðan að flytja sambærilegt erindi á Rotary-fundi hér í bænum og þar komu upp umræður það í framhaldinu af fundunum hvað getum við gert. Til dæmis Rotary-klúbbur EFR Akureyrar, eftir því sem ég best veit, með skógarreit hér inn í Eyjafirði. Hvers vegna skyldi þessi klúbbur ekki virkja fólk til þátttöku? Hvort sem þeir eru ungmenni eða fullorðin, þeir þátttöku í því að greisja skóginn og taka til í honum. Þeir geta endilega gegn launum heldur vegna þessari spurningum þátttöku. Maður verður ríkari af tengslum vegna þess að það skapar lausnir. Það er sama með hestamannafélög, golfklúbba, íþróttafélög og slíkt. Sjálfgefið að þessi samtök, með hverju nafni sem þau nefnast, fái opinbera stuðning á hverju ári frá ríki eða sveitarfélögum á þess að þessi gerð krafa að þessi sömu samtök skapi 1, 2 eða 3 pláss til þátttöku. Leiðsagnar, handleiðslur og þátttöku. Með þeim hætti getum við markvisst unnið að því að rjúfa vítarhring fátæktar hjá einstaklingum. Þetta er bara ein af þeim tillögum sem eru ræddar og útfærðar svolítið í þessu riti. En ég ætla að stoppa hérna
og ég geti haldið lengi áfram, en tilbúin að taka við fyrirspurnum ef einhverjar væru og dýpka það ef þarf. En ég þakka kærlega fyrir.